Þá förum við bara að byrja þetta. Við erum búin að fá til okkar hérna Tómas Guðmundsson sem er deildarlæknir á bæklunardeildir hjá okkur. Hann ætlar að fræða okkur mjaðmabrot þennan fyrsta flokkinni. Gjörðu svo vel, Tómas. Yes, takk fyrir. Ekki fræði að kvíði fara að setja stöðum hérna. Ég ætla að nýja nafnið mitt. Ég ætla að tala mjaðmabrot. Ég ætla þá að byrja á smá anatómíu fyrir það sem að hafa gleymt henni. Þá erum við hérna með aukæxlinu, asatöflun, þar sem að skálinn er. Og hérna er kúlan og neck of femur, greater trochanter og lesser trochanter. Hérna milli er intertrochanter í kúluna. Hérna sjáum við þetta aðeins betur. Það sem er búið að taka nöðmina úr lið. Það skiptir mestu máli hvað varðar brot mjaðmarbrot, það er blóðrásinn. Og ef að algengustu brotin eru sem sagt brot sem að ganga í gegnum hálsinn eða eru hérna þvert í gegnum lærhnútuna. 2/3 af blóðrásinni koma frá þessum plexusina sem gengur í kringum hálsinn og 1/3 af blóðrásinni í kapút kemur hérna úr þessari æð í gegnum líkamennið. Þegar það verður brot þá það fer eftir hvort það er alveg ótilfært eða mikið tilfært. Skiptir ekki máli, það getur alveg sama, það getur orðið avaskular nekrósa. Hvort sem það er þá að æðarnar rofna eða þá að það verður einhver smá blæðing sem að veldur miklum þrýstingi og veldur þannig nekrósa. Hérna er aðeins meiri anatómía. Lesser trochanter og intertrochanter er klínan. Það er til mörg flokkunarkerfi í mjaðmarbrotum og mjaðmarbrot má skipta í flokka eftir svæðum. Það er annars ýmist intrakapsular og þá erum við að tala head of femur og hálsinn. Að auki getum við haft extra kapsular brot sem eru þá intertrochanteric eða subtrochanteric. Og hérna erum við með sem sagt femoral head brot, það er þá í þessum hluta. Femoral neck myndi vera í þessum hérna parti. Basocervical væri hérna í kringum þessa hérna línu, hérna trochanteric brot og subtrochanteric brot eru þau brot sem þegja því niður alltaf 5 cm distalt við lærhnútuna. Hérna sjáum við líka eins betur subcapital ef við skiptum þessu ennþá meiru og basocervical hér og transcervical hér. A-flokkurinn er sú flokkun sem er mest yfirgripsmikil. Það notar hann enginn í daglegri vinnu. Þó því ég var hann út í Davos á námskeiði þá töluðu nemendur úr frá Hollandi og þeir notuðu þetta alltaf. En minnst það alltaf mikið. Það er hægt að flokka þá í mjaðmarbrotbrotin í 27 flokka. Þetta er aðalega notað til þess að bera saman vísindagreinar svo að fólk sé að tala sömu hluti. Hérna er við fyrstu svona 9 helstu flokkanirnar. Hver flokkur fyrir sig getur síðan verið undirskiptur í 3 flokkar. Þá eru ýmist með trochanterbrot eða subtrochanter þá líka.
Svo sjáum kannski hér niður. Hálsbrot á húmur og svo í höfðinu. Hipkin flokkunarkerfi, það flokkarbrot í höfði lærlegs. Slík brot eru afar sjaldgæf og koma aðalega fram við bílslys, þar sem að fólk lendir í bílslysi og hnéð lendir mögulega á mælaborðinu. Einnig við háföll eða eitthvað slíkt, en þá brotnar maður eitthvað annað líka. Þá farið í gegnum típu 1, það brot fyrir neðan fóveguna og ekki á þyngdarberandi svæði. Brot fyrir ofan fóveguna eða í gegnum hana á þyngdarberandi svæði og típa 3 þá það típa 1 eða 2 ásamt broti í lærlegshálsi. Hvað þetta fóvega? Það gaf ekki lauslega. Fóvega hérna. Það sem að hérna ligamentum á hætta fímur fer inn í acetabulum. Ligamentið. Já, það sem að ligamentið, það reyni gamallinn þar fyrir það. Við sjáum það betur hér. Þá þetta típa 1 fyrir neðan fóvin og ekki á svona, sem myndi teljast þyngdarberandi svæði. Þannig típa 2 gengur í gegnum eða jafnvel fyrir ofan fóveguna. Típa 3 væri þá með broti í femur hálsinum og típa 4 væri með brot í acetabulum líka. Ég sé líka típu 5, þá það allt saman. Garden-flokkunarkerfið nefnt eftir breskum berklunarlækni sem flokkaði intrakapsúlarbrot á lærlegshálsi og hann skipti þessu í 4 parta, 1, 2, 3 og 4. Og hérna sjáum við típu 1, það þá getur verið brot sem gengur ekki alveg í gegnum hálsinn eða þá innkýlt brot. Típa 2 brot sem ótilfært en alveg í gegn. Típa 3 það að hluta til tilfært og típa 4 þá það alveg tilfært. Það svona skiptir samt ekki meginmáli hvort það típa 1 eða 2 eða 3 eða 4. Ef það meðferðin í næstu því sú sama í flestum tilfellum fyrir típu 1 og 2 og típu 3 og 4. Einnig til önnur annað flokkunarkerfi eftir því hvernig brotið hallar í gegnum hálsinn. Eftir því sem að þetta horn stærra, því óstabíla brotið og verri prognósa. Ég ætla ekki að fara í, það eru til ótal margar flokkanir fyrir trókanterbrotin, en þau miða öll að því að flokka frá einföldum brotakerfum yfir í flókin, þá var það fragmenta upp í 4 fragmenta eða meira og öll svona snúast við saman. Hvað var það meðferð, þá væri LIH-naglar eins og við eigum hér, þá voru þeir notaðir mikið fyrir Garden típu 1 og jafnvel 2. Þessi Lars Ingvar Hansson, hann sænskur og hann var að gera rannsóknir upp úr 1978 til þess að finna hérna betri meðferð við lærlegshálsbrotum og kom í ljós eftir rannsóknir að þetta hentaði best. Þá þetta svona naglar sem eru að bora fyrir þessum nöglum, þeim ýtt inn og svona tvær fjaðrir eru skrúfaðar út. Og mekaníkin á bakvið þetta að fyrst byrjum maður að setja hérna þennan distala pinna og maður vill að hann hafi svona 3 punkta hald til þess að kom ekki átak á þennan veg. Þannig að það kom ekki varúðsangúlasum á brotið. Það ekki nóg því þá þarf líka að hafa hérna ofar og framar til þess að koma í veg fyrir dorsalangúlasum á
femur á höfðinu. Þannig að maður vill hafa 6 punkta stuðning alls. Svo þessar fjaðrir skrúaðar út til þess að naglarnir sígi ekki niður. Og svona á þetta líta út. Þetta mynd sem ég fékk úr kennsluleiðbeiningarbæklingnum með LIH-naglanum. Þetta 34 ára kona. Það sem við getum líka nota skrúa ásamt því að nota plötu. Það hugsað meira fyrir pertrókantir brotin. Þá það brot sem að ganga einhvers staðar í gegnum á þessu hérna svæði. Mismunandi hvort að fólk notar eða læknar nota sem sagt eitthvað sem með skrúu eða eins og svona eða eitthvað annað. Plötunum geta verið allt frá að tekja upp í örugglega 10, ég veit það ekki, gata og ná alveg töluvert langt niður. Og þá myndi þetta líta svona út. Einnig höfum við mergnagla og það sem við eigum hér eru gammanaglar og expertnaglar. Þeir eru að verða vinsælli bæði hér og í Svíþjóð þar sem ég tók flestar upplýsingar frá. En þá var þessi hérna, þá var það ýmist læst eða ekki hérna í þessum hérna mótum og snúningnum læst með að setja skrúfu hérna í gegn. Hérna sjá annað dæmi. Fyrir Garden típu 3 og 4 í verðlegs hálsinum, ef að brotin eru það mikið tilfærð að við sjáum ekki möguleiki því að brotið grói rétt út af því að það allt of mikið tilfært eða við myndum sjá það fyrirfram að blóðrásin væri það mikið röskuð. Þá myndum við setja bipolar prótesi eins og það heitir, þá var settur stautlur niður og það sett kúla inn í kúlu. Þannig að þetta gefur heilmikinn hreyfanleika og en þá spurning þá breytir maður ekki neinu með augkallinn sjálfan, acetabulum. Ekki nema hann sé slitinn og þá væri maður að fara að hugsa frekar út í að setja heilan gervili í staðinn. Ef við sjáum það á röntgenmynd að liðamótin eru alveg gauðslitinn og þá myndi maður íhuga það frekar. Einnig í yngri sjúklingum. Ástin Múl ekki mótsuningu? Ástin Múl ekki mótsuningu? Ég heyri ekki hvað segir. Ástin Múl ekki mótsuningu? Múl prótesi? Ekki hér á landi. Ekki hér á landi. Það þegar það settur heil gerviliður þá sama áðan settur heil stautur niður en það bara ein og það skipt augkarlinn með því að fræsa út brjósk og sklerósu og seistur og síðan annaðhvort lamið niður eða steyptur önnur skál. Og sú skál getur verið plast, stál eða slíkt. Eins getur kúlan verið plast, keramík eða stál líka. Það fer eftir típunni á gervilinum. Aders-bollinn, hann svona það sem kemst næst í að blanda saman hálfprótesinu og heilprótesinu. Þá erum við með, þá skiptum við augkarlinn og fræsum út fyrir honum og setjum þennan bolla. Og þessi bolli með svona auka brík fyrir aukið stabilitet og síðan þessi kúla inni og svo fær þessi kúla inn í þessa kúlu til þess að gefa tvöfalt. Þannig að það eru 2 pólar sem virka í hreyfingunni. Þannig að þá sjáum við þetta hér fyrir ótilfærð kolumbrot, Garden típu 1 eða 2, þá myndi maður
í flestum tilfellum íhuga LIH-neglingu. Fyrir tilferð kolumbrot, það Garden type 3 eða 4, það fer það svolítið eftir aldri og líkamlegu ástandi á sjúklingum, hvað maður setur í sjúklinginn. Fyrir fólk sem maður sér að á kannski ekki langan líftíma og þá ekki kannski með of slitinn lið, þá setur maður oft bara hálsprótesu. Ef maður sér fram á að fólk hafi ágætis líftíma 10-20 ár, þá myndi maður alltaf setja inn niður heilprótesu, eða í flestum tilfellum. En eftir því sem að sjúklingar verða yngri með brotin, þá reynir maður að halda í sjálfan, halda eðlilegu horfi og reyna þá fyrst með LIH-nagla og sjá hvort að það gangi. Nú ef það hrynur, þá myndi maður setja heilprótesu. Fyrir bas- og cervicalbrot, þá myndi maður setja þá þessa DHS, það þá skrúan með plötinu utanverði. Fyrir pertrokantbrot setja maður þá svona DHS-nagla, Dynamic Hip Screw nagla, eða skrúu. Ef til vill, það má líka setja mergnagla. Fyrir subtrokantbrot þá einmitt DHS eða mergnagla. Kostur og gallar. Maður hefur svolitlar áhyggjur af því með LIH-naglana að brotið grófi ekki. Eins getur komið nekrósa út af röskuðu blóðflæði. En annars hefur þetta gengið þokkalega. Af því að þetta svona há tala, þá tíðni enduraðgerða líka há. En það vert alltaf að reyna hjá yngri einstaklingum allavega að prófa LIH-naglana áður en að fara yfir í stærri aðgerðir. Fyrir prótesuna þá eru helst sýkingar og liðhlaup sem maður hræddur við. Fyrir sumar típur af gervilyfjum þá los algengara heldur en hjá öðrum. Við sáum það þeir hafa séð þeirna með Spektron-gervilyfin, hann losnar mjög oft. Og munurinn alltaf, þetta mjög dýrar að setja prótesu. Líkur á mjaðmabroti aukast hratt eftir 50 og þá þetta svona í veldisvísisfalli og kynjahlutfall milli kvenna og karla, konur eru 70-75% af þeim sem hljóta mjaðmabrot, karlar 25-30% og þetta hlutfall karla að aukast. Hærra hlutfall kvenna skýrist það aðalega af því að það eru fleiri konur og það ná hærri aldri almennt heldur en karlar og eru fleiri á gamalsaldri og einnig beinþynning sem skiptir miklu máli fyrir konur. Mjaðmabrot hjá fólki undir 50 eru sjaldgæf og eru einungis 2% af heildarfjölda mjaðmabrota. Líkur kvenna á mjaðmabrot, það eru þá 20%, þannig að það þýðir að 50 hver kona á 8 ára aldri hefur fengið mjaðmabrot og næstum önnur hver kona á 9 ára aldri hefur eða mun hljóta mjaðmabrot á lífsleiðinni. Já, svo þetta er svona það sem ég var að segja, tíðni mjaðmabrota eykst með hækkandi aldri og það í rauninni riskfaktor. Með hækkandi aldri eykst bæði beinþynning og færni fólks minnkar sem veldur þá meiri bylgjuhættu og hærri tíðni brota. Það eru ýmsir
áhættuþættir og það sem að eykur mikið af fallhættuna sjálfa er ýmiss konar lyf, slævandi lyf, heilabilun algeng orsök og eins fötlun. Fólk getur fengið synkóp og dottið, þannig að það margt í þessu. Vöðvasjúkdómar, heilabilun, þetta eykst með hækkandi aldri. Léleg beingæði, þá það aðalega tengist það aldri og kyni og genum. Það hefur sýnt sig að fólk sem er skandinavískt, það eru líklegra til þess að hljóta beinbrot heldur en fólk á miðbaugi. Hvort það er ekki alveg vitað af hverju, það er spurning hvort að það sé út af D-vitaminskorti eða öðruvísi beingerð, við erum mögulega stærri og öðruvísi beygð. En eftir því sem að norðar dregur þá er meiri hærri tíðni mjaðmabrota. Lágt BMI er líka stór faktor, það er verið að rannsaka alltaf meira og meira. Það sýnir sig að fólk sem er í yfirþyngd, það jafnar sig líka hraðar og betur en fólk sem er í eðlilegri þyngd eða í undirþyngd. Þá er velta þá upp þeirri spurningu hvort að það sé út af því að það verður mikil rýrnun eftir svona brot, fólk fara að hreyfa sig minna og fólk hefur það meiri vöðvamassa og styrk til þess að hlaupa í. Eins og ýmsir sjúkdómar sem að geta valdið eru áhættuþættir. Það eru ýmsar komplikasjónir við mjaðmabrot, það er þá aðalega lungnablóðtappar, DFT, legusar, lungnabólgur, þvagfærasýkingar. Og hérna tók ég fram upplýsingar hvaða tegundir brota eru algengastar í Svíþjóð. Þetta er úr sænska registrerinu, sænsku gervilegaskránni. Og þar sýnir sig að þetta er svona nokkuð stabílt og tíðni brota er ekki mikið að breytast og hefur verið þokkalegt síðust við svona 9-10 ár. Hins vegar hafa orðið miklar breytingar á því hvaða aðgerðir eru valdar og fyrir 20 árum að þá var algengast að það væri settar 2 skrúfur eða pinnar og það væri þá í þessi Garden 1 og 2 típu af brotum í lærlegshálsi. En einnig DHS afbrigði með skrúfu og plötu í þessi peristalfandrik brot. Síðan gerist það að hérna aldamótin fáum við inn mergnaklana og hann verður alltaf sífellt meira vinsælli. Allt frá að vera fáein prósent yfir í að vera alveg 25% minnum við 2015. Á móti kemur það vinsældir DHS kerfisins minnkað á móti. Hérna sjáum við að þetta er heilgerviliður sem hefur verið settur í og það var 3,4% fyrir 20 árum en er komið upp í 7% í dag. 3 skrúfur, það var hægt, það var af og til gert þannig fyrir 20 árum en það er eiginlega alveg gott upp fyrir núna þó að það komi fyrir. Það sem hefur aukist mest er bipolar prótesan eða hálfprótesan frá því að vera aðeins fáein prósent yfir að vera 27% af heildinni. Þannig að þetta hefur aukist frá því að vera kringum 5-6% í að vera 34% þessir gervilegir.
Hérna sjáum við, hérna sem sagt meðalaldur fólk sem hefur brotnað í 20 árum. Það það bil í kringum 80 árin. Hlutfall kvenna hefur haldist og yfir 70% og hlutfall þeirra sem búa einir eru og yfir og að lækka í kringum 50%. Biðtími eftir aðgerðinni hefur verið í kringum 0,9 sólarhringar, það var svona í kringum 19 til 23 klukkutímar og þeir miða við að 80% af meðanbrotum sem koma inn eigi að vera farin í aðgerð innan sólarhrings. Svo sjáum við hérna að legutími hefur minnkað þó mest svona síðastliðin 10 ár. Og afdrif eftir útskrift, þá þessu skipt niður í hérna, hvert að útskrifast og það var gerð rannsókn á þessu núna í fyrra og þá eftir því sem að vistin var styttri á sjúkrahúsinu og fólk sent í hvíldarinnlögn því hærri tíðni dauða var andláts var. Þannig að fyrir hvern dag sem að leginn var styttri á sjúkrahúsinu þá jukust líkurnar á andláti 8%. Þeir fóru að skoða það af hverju þetta var og þá var það svona getgátur það að við værum þá að senda fólk frá okkur á staði þar sem að væri fólk með litla eða enga menntun í að hugsa einstaklinga með brot og það væri helsta ástæðan. Þetta átti ekki við fólk sem að fór inn á hjúkrunarheimili eða fólk sem að útskrifast heim. Auðvitað eftir því sem að fólk var lengur innliggjandi. Það þýddi þá væntanlega að fólk var eitthvað veikara. Þannig að þess vegna þetta svona bóðabrigði. Það svona það bil sömu brot sem að verða að koma fyrir bæði konur og kalla og ekki mikill munur saman milli. Það var alveg í dislókeruðum lærlegshálsbrotum sem eru algengari hjá körlum. Og hvað valið þá kemur það beint tengt við fjöldan á típum af brotum sem verða að koma fyrir. Þeirna eru mergnaglar, DHS-skrúfurnar, heilgerjuliðirnir og hálfbrótissugerjuliðirnir og síðan þessar 2 skrúfur. Brotin breytast eftir því sem maður eldist og það sem verður algengara eru trókantilbrotin, sérstaklega þau sem eru flókin, meira en 2 fragmenta. Á móti kemur að þá minnka þessi ótilfærðu brot á móti. Þannig að þetta verður alltaf erfiðara með brotin eftir því sem að, og þau verður alltaf verri eftir því sem að fólk eldra. Það var það nóg í bili. Fullt af spurningum, þannig að það Mér finnst það að sjá þessi töfra þannig hvers konar aldir voru notaðar. Þannig kemur þessi 200 brotasvönd sem svo kapsett inn, 200 kapsett. Það eftir að koma til eftir 2000 hvað hitt hafi fyrir. Og notaðum afstöðum mótbrotasvönd mjög lengi, hún ekki þannig inn. Nei. Sem var hálfbrotasvönd líka.
Sögur og notum mjög lengt. Já. Skrifum tölfræði. Men þeir byrjuðu að taka saman þessa tölfræði 1988 þegar hann í Svíþjóð og þessa tölur ná bara aftur til 96, þannig að ég hef ekki neinar upplýsingar um tímann fyrir það svo sem. Já, ég þakka fyrir þetta, Tómas. Hvað gerast ef maður líður 2 dagar? Hvað ástæð þetta verið gert innan 1 dag? Já, maður vill, þá held ég að fólk aðra að hugsa sko, comorbidity líka. Ef að fólk veikt. Hægt að vera inni í sjúkrahúsi. Hægt að vera inni í sjúkrahúsi. Já, ég inni, sko. En líka blóðflæði skiptir miklu máli að það sé ekki að aukast eða verða meiri tilfærsla mögulega á brotunum og reyna að halda svona blóðflæðinu í góðu horfi eins og best fyrir ákosið. Einhver vísindar á baki? Já, eflaust. Ég bara ekki með það í kollinum eins og er. Það var sænska tölur, þess að það sé mögulegum og ekki hvernig vísindar leysum þetta er. Ég held að það sé mjög svipað hér og í Svíþjóð því að flestir hérna eru sænskmenntaðir og hafa þá tekið það sem að Svíar eru að gera og gera það hér. Það er ekki það kemur fyrir að fólk menntar sig annars staðar eins og í Noregi og annars staðar í Evrópu en þá er þetta yfirleitt sama horfið sko. Já, ég var að það með leiðingar, kemurasteyringar. Það er Noregi að markmið að eyða alla ykkur tíma og það er ekki það verður verkastiltinn ef það gerir það ekki. Það er eitthvað sem það sem gagntækjum og það er mikið notaði því og veistir manna og það hefur áhrif á svona horfur. Ég hreinlega bara veit það ekki. Ég sá það ekki í þessum gagnagrunni. Það er ekki gert það. Það tala einhver aðra heldur en mig um það. Það er settir í svona stöðningskvota og líkt sem flatsýra að þetta er fyrir aðgjörn, þá er það ekki krakkar. Þetta er sem eitt að fatta þetta sem það englandi gerir. Það er þetta fólk sem hefur mjög mikið hægt. Það mælist það einhverjum. Það er bara að setja í februar. Það er lokalt sem ekki Það fyrir góða fyrirlestur, þannig að það samtíð er aukaverkanir eða kombinasjónir eins og útbyrðum núna og mjög framframsýndir en það voru ekki tala sýkingar í fólkvöldu. Nei, ég myndi það er einhver á þessum græjum svona sjáanlegur statistískir í sýkingar. Það eru hærri sýkingar eftir vissa með aðgerðir þá flestar sýkingar sem koma fram eru í kringum þessa heilgerfuliði og mögulega hálfgerfuliða af því þær eru að taka lengstan tíma og eru svona inngripsmestar en með svona þessar nagla, mergnaglana og skrúurnar að þá er það sjaldséð, það kemur alltaf fyrir. Ég hef ekki neina statistík upp á hérna hvað hvort það er algengara í Birmingham aðgerðum eða einhverjum öðrum MS-30 aðgerðum eða hvað það er sem við notum sko. Sýkingatíðin við prófessor er svo sama sem það prófessor fyrir. Sýkingatíðin við njálfrófessor er 5,1% geleftur á njálfrófessor. Það er það hér. Við veitum ekki tölurnar fyrir sýkingatíðin á njálfrófessor brotum aðeins eftirlega en það er verið sýnt fram á erlendis að sýkingatíðin við njálfrófessor sem setjar akútur á brotum og hærri en það banur með til brotum. Já, takk fyrir góða fyrirlestur. Ég var að velta fyrir mig að bera saman prófessorskosti og naglann. Skoðaðu eitthvað eða samúðu eitthvað sko legudaga, fjölda legudaga. Það er ekki það mín tilfinningar sem ég var að vinna úti í Svíþjóð og svona ortopedistu öldrunarlækningadeild þar sem að öldrunarlæknar sá deildina en ortopedar úr konsultandi. Þá fannst mér að það var áberandi þeir sem fengur alltaf prófið sem þessi mismundu nagla og útskrifaði fyrr, minni verki, minni vandamál.
Þannig að ég bara velta fyrir mig að þú varst að bera þetta saman, að það hefði fróðilegt að hafa líka með legutíma hjá báðum. Það er rétt hjá þér. Það er, Ég veit ekki hraðlega fyrirtæklega en prófísum almennt og það mókulis að geta þá þessi stærra yngri. Já. Þannig að þeir eru ekki nefnir að eftirlinga á góðum. Ja, þegar það kom fram sko að það væri dýrara, þá var spurningin það dýrara í heildina að setja prófísum eða þú útskrifa hvað það er? Það er ekki að sé útreikning á því nákvæmlega en þetta er yngriðið yngraðin sem slíkja dýrara en það verði dýrara og lengri tíma þetta er öðruvísi prófíl af komplikasjónum sem farið í prófíl og þetta er megningu. Það er ótrúlega próf og ekki að það er megningu sem það heldur í meðlum og aftur í höfðu að það losni eða það komi meir hlaut eða annar í hundu. Halli næst og svona. Takk, Tómas, þetta er gott yfirlit hjá þér og svo ertu búinn bak þér að þessum sérfræðingur og þú hefur bakkup. Þannig að ég veit ekki hvort það er nokkuð til þessa, allt í mig datt mér í hug þegar þú varst að sýna þessa góða anatómíu þarna, að kapotleprosa er náttúrulega sem betur þegar ég er sjaldgæf en kemur þó fyrir eitthvað, það er 1%, ég veit ekki hvað mikið. En þegar maður sá þessar æðar þarna þá komaði flestar þarna út frá bílungarsson náranum við femorals communis eða superficialis og þá er svona spurningin allir hafi verið aðvað sko hvort það sé ofta hjá þeir sem að hafa þá lokun þarna eða körpun þarna sem að loka þetta gamla fólki, æðunum þarna í náranum sko. Það getur ímyndað sér það því að þegar þú bröð brýtur þá brotnast þessi hérna hófjóla æðin sko og svo er það maður háður hinnum og þá er mjög að það sé lægir sko. Það kannski ekki verið skoða hvort það sé meiri tíðni hjá þeir sem eru svona arterjóslegur og tikka með eða ekki, sko. Ég veit það ekki. Það er svona pælinga með. Þetta er sérfræðispurning, Tómas. Ég myndi sjá það fyrir mér að þetta væri algengari hjá þessum að væri arterjóslegur, sko. En ég fyrst svona auðveldara mál, hérna, að ég bara kannski hálf doppaði. Þegar með þessa hálfprótessu, hérna, sko, þá getur er það þannig að þeir eru með mismunandi stóra hausa sem þið getur smelt ofan á hálfprótessuna. Þannig að það er mátt að Ytri hausinn, við mátum bara, mælum hvað uppkarlinn er stór og ytri hausinn stýrist af því. Það er aðsett búin með mismunandi stór. Ja, för nuläget med är inte gott att säga. Hvernig byrjið þið Klexan eftir svona aðgerð? Det þá tók Klexan undan eða verið bíða? Og hinn hvað statusen NSAIDs núna post-brott? Notið þið verkefnisstillum svona þessi hefðbundið NSAIDs og hefði ekki vita hvernig? Fyrir spurningin þá ég svara áður fyrir þá var það algengt að setja fólk á Klexan fyrir aðgerð en það er sjaldgæfara í dag. Ekki nema að maður viti að það er komið til með að langur biðtími sem maður myndi íhuga eða eitthvað slíkt. Eða það væri þá einhver önnur ástæða, fólk væri kannski á annarri blóðþynningu og þú þurfti að skipta út Saraltó eða einhverju slíku út fyrir Klexan. Daginn eftir með Klexan eða? Daginn eftir aðgerð? Daginn, ég tala, við setjum yfirleitt alltaf Klexan eftir aðgerðir. En spurningin hvort það væri fyrir daginn, það fer eitthvað eftir hversu langur biðtími kemur til með að vera. Og NSAIDs? Helst ekki, það er ekkert bannað, en helst ekki, það er allt í lagi með hálfprótessur. Við setjum fólk á hálfprótessur og heilprótessur. Við setjum fólk á ansett við slíkum aðgerðum en við það sem að fólk er með brot þá vill maður helst ekki að fólk sé á bólgueyðandi lyfjum til þess að því að það hægir á beingróðandina. En það músatilraunir með eitthvað sem við líðið eða búið að samnæta í mönnum? Búið að samnæta. Það er eins og það er svona ekki aldrei að gefa NSAID einhverja örfáa skammta. Við múum framkvæmlega útgefa svona einstaklinga á NSAID. Með lokaspurningar? Já, það er
eru algengi vandamál sem eitthvað mismunandi eftir kynþátt? Það sem ég fór kannski inn á algengi helst sko eftir sem að norðar dregur, Skandinavar eru og Svíar og Norðmenn hafa algengust hafa hæstu tíðni á svona mjaðmarbrotum borið saman við heimsbyggðina. Ég hef ekki athugað hvernig það er með svertingja eða asískt-fólk eða hvað það er. Það hálkan. Hálka og dýrastemning. Rauðvín í öllu heimilinu. Getur með spurningu? Hvað segir nýjasta þekking þá kenningu eða tilgátu sem gefur verið uppi að í vissum tilvikum þá brotni fólkið áður en að dekkja? Ég hef heyrt þetta oft hjá fólki sem hefur lagst inn að fólk brotnar á dettur og mögulega er það alveg rétt og þá er það helst með einhver stressbrot eða patológisk brot. Kringum þá túmóra eða eftir geislameðferð eða eitthvað slíkt á í honum. Eða ef fólk á hinum af þessum lyfjum styrir að auka tíðni á mjaðmarbrotum. Þannig að það er alveg til í myndinni. Komum að loka spurninga. Þá bara þakka við Tómasi kærlega fyrir.